hörku spilamennska hjá ykkur í dag, 4 undir, þið Gísli voru að jafna splungun nýtt vallamett, voruð þið í stuði? Já, ég myndi segja það. Gísli byrjaði mjög vel fyrir 9 og var bara að púta rosalega vel og það var þetta svona, þegar maður byrjaði að fá bóki á móti því og svona veldi maður þetta haldi í við guttan sko. Þannig að ég tók aðeins betri seinni 9 og svoleiðis, þannig að þetta bara rættist úr þessu. Ég bjóst ekki kannski við þessu beint í dag, það var svona fara í annan farveg fannst mér, en svo þetta bara kom út á seinni. Hvernig þá að fara í annan farveg, hvað áttu við? Lítið af fuglum fyrir og byrjaði að fá bóki inn sko, svona kannski að, beint auðlega mist eitthvað svona, gefa það kannski beint frá mér, dálítið svona. Þannig að svona hefði verið, ég hefði átt að vera 200 fjárst mér fyrir, en ég svona eins og segi kastaði sér dálítið frá mér, þannig að, en svo þetta bara snýi hausnum við og keyra áfram bara. Nú ertu mjög högglangur, Axel, og hvað ertu að nota driverinn mikið? Já, ég finnst ég vera að nota nokkuð oft, en það samt ekkert eitthvað þannig, eitthvað mikið meira en aðri strákari sem að spila sko, en hérna, já, ég reyna að nýta það, ég reyna sérstaklega par 5 mólunum, en ég hef ekki náð að börda eina par 5 mólu í mótinu, þannig að Þú ert eitthvað inni? Eitthvað inni, eða þá bara ég að taka þetta út ekstra staðar, það er nákvæmt. Þú ert í forystu, hvernig líður með það? Bara mjög vel, þetta er bara, maður lagði upp með það að reyna að fá sigur hérna, þannig að maður er þetta í góðri stöðu en það er þetta fullt að góla eftir, þannig að þetta er langt frá að vera búið, þannig að bara halda áfram þessari braut. Já, það eru margir þarna rétt á eftir, þannig áttu vonaði að þetta verði spennandi áfram? Já, klálega sko, þetta er þetta bara hver heldur hausnum sem lengst í þessum 75 hólum sko, það er ekkert annað sko. Því völlurinn er erfiður og hann refsaði strax að fara að missa dræfin og teyguginn og svo þetta eru bara erfið grín í mótinu, þannig að það verður bara gjör svo vel að einbeita sig allan tíma. Meistari mitt, ég sá þið missa stutt bút á til dæmis á 15. flötinni. Þetta tekur aðeins á taugarnar. Já, þetta gerir það sko, því maður vill vera að setja þessa lengdallan eins og þú sást með á 15. og svo er maður að þrípúta full oft þetta, en það er bara eitthvað með, maður er ekki alveg að ná að kveikja hraðanum finnst mér, ég er ekki alveg nógu öruggur þar, en tekur létta æfingu og vonandi kemur það fyrir morgundaginn bara. Gangi vel. Takk.